Góðan og blessaðan daginn. Ég heiti Haukur Guðjónsson. Ég er stofnandi og framkvæmdastjóri Bungalow. Ég hef tvö hlutverk hérna í dag. Annað er svona að kynna til leiks þá sem að koma til með að vera með erindi hérna. Og hitt er svona aðeins að segja ykkur frá reynslu minni af því að byggja upp tengslanet og starfa hérna í þessu frumkvæði hérna á Íslandi. Nú, ég var beðinn að hafa þetta frekar óformlegt, sem að henda mér ágætlega út, því ég er yfirleitt alltaf mjög óformlegur í öllu því sem ég geri. Þannig að ég ætla að reyna að hafa þetta bara léttu nótunum og spjalla við ykkur og ég ætla endilega íta undir að eftir að hver og einn tali að þið séu virka að spyrja spurninga. Út af því að þetta gengur náttúrulega tengslanet, að byggja upp tengslanet gengur náttúrulega miklu leyti út á samskipti. Þannig að það má í rauninni líta á þetta sem svo að svona, hvað segir maður, að prófið ykkar í dag verður að vera virkur í spurningum. Þannig að því fleiri spurningar sem þið spyrjið því betra. Nú, ég held að ágætt að byrja þetta á hreinlega með þeirri spurningu af hverju erum við að byggja upp tengslanet? Af hverju eigum við að leggja það á okkur að byggja upp tengslanet? Og ég held að þegar ég byrjaði sjálfur í rekstri og þá held ég að enga veginn geta gert mig grein fyrir hversu mikilvægt það er að vera með gott tengslanet. Og núna þegar ég var að vinna, byrja að hugsa þetta fyrir þennan fyrirlestur, hvað ég ætlaði að tala um annað slíkt, og þá gerði ég mig grein fyrir því að ég nota tengslanetið mitt á hverjum einasta degi. Og tengslanett er ekki bara, það gengur ekki bara út á það að hlaupa upp á næsta fjárfest og vonast til þess að gefa ykkur pening eða eitthvað svoleiðis. Þetta gengur voða mikið upp á það að bara byggja raunveruleg sambönd við fólk. Og ég á hverjum degi þá hringi ég í frumkvöðla sem ég þekki og ég fæ ráðleggingar hjá þeim, tala kannski við erlenda frumkvöðla ef ég er að spá ég fara á erlenda markaði og leita í rauninni ráðleggingar út í. Það að búa til tengslanett er í rauninni að búa til bara stóran, hvað segir maður, svona stóran grunn af bara upplýsingum. Þau eru í rauninni að búa til bara tengslanett af þekkingu og fróðuleik og þetta gerir oft það að verkum að þið geti gert hlutina á miklu styttri tíma heldur en annars geta gert út af því að þið eru með aðgengi að öllum þeim upplýsingum þið þurfum að fá. Það er líka, nú vinn ég mikið með frumkvöðlum sem er að taka sín fyrstu skref og er að setja fyrirtæki af stað og ég held að flest öll vandamál sem að þau eiga við að stríða væri hægt að leysa miklu leyti með góðu tengslanetti. Og þetta eru vandamál eins og það nálgast fjármagn. Ef þau eru með gott tengslanett þá eigið auðveldar átt ykkur á hvar fjárfestarnir eru og hvernig þeir eru og annað slíkt. Aðstoð við hvernig eigi að selja og í rauninni bara aðstoð við allt. Þannig að gott tengslanett nýtist ykkur á öllum skrefum ferilsins og að gera bara að byrja strax frá upphafi að vinna í því. Mér finnst svolítið skondið að ég skuli standa hérna núna í dag að tala um tengslanett út af því að ég var afskaplega lélur í tengslanettum fyrir nokkrum árum síðan og bara hreinlega kunni mjög illa við mig meðal mikið af fólks og ég vildi helst hérna forðast alla viðburði og allt svoleiðis. En ég áttaði mig á því að ég þyrfti að gera eitthvað í þessu þannig ég svona tók mig á. En ég var þessi einstaklingur sem að mætir á viðburði og stendur út í horni og starir út í loftið. Þannig að ég er búinn að þurfa að fara svona markvisst í það að reyna betur og bæta sjálfa mig í samskiptum og læra svona að nálgast fólk og þetta er svolítið sérstakt að við Íslandingar erum ekkert alveg manna bestir í þessu að opna okkur upp og kynnast öðru fólki. Ég hef farið á mikið af viðburðum erlendis og þá sérstaklega hef ég verið var við það í Bandaríkjunum að Bandaríkjamenn eru miklu opnari fyrir öllu svona heldur en við. Og ég man þegar ég fór á minn fyrsta viðburð þegar ég kom til New York að þá fór ég á svona frumkvöðla hitting og ég var bara alveg búinn á því eftir klukkutíma út af því að fólk var svo aktíft í að labba upp að mér, kynna sig og segja hvað það væri að gera og ég var bara ekki vanur þessu. Ég var vanur að vera á frumkvöðlahittingum hérna á Íslandi þar sem allir eru svona í sínu horni og maður þarf eiginlega helst að fá sér 3-4 bjóra en eitthvað getur sagt hæfi mann og þannig að þetta kynnast þessu svona frá öðru sjónhorni og kynnast þessu frá fólki sem virkilega gerir sig grein fyrir hversu mikilvægt er að byggja tengsl. Þetta var rosalega gaman að gera. Og ég kynntist þessu líka aftur fyrir nokkrum árum síðan þegar ég kynntist Bandaríkjamanni sem kom hingað til lands og þetta er einn ungu maður sem er búinn að ná mikilvæg velgengni og hann skildi hversu mikilvægt þetta var að byggja upp tengslanett og hann var búinn að vera í 2-3 vikur og þá þekkti hann fleiri í frumkvöðla umhverfi hérna á Íslandi heldur en ég gerði og ég var búinn að eyða mörgum árum í að byggja upp tengslanetið mitt. Þannig að það að vera aktífur í þessu og vita hvað maður er að gera og kunna nýta þetta sem maður hefur, að það er rosalega mikilvægt. En ég held að, eins og ég segja, þetta gengur allt út á að byggja langtíma sambönd
Ég ekki mikið fyrir það að svona labba, allan ekki í dag, ég held að þetta væri þannig upphafi, en í dag ég ekki mikið fyrir að labba bara upp á fólki, einhver ókunnugu fólki og reyna að fá eitthvað frá þeim. Ég ekki, þú veist, að fara að labba upp á einhvern og segja, geð mér pening, eða þú veist, hvort þú gerist viðskiptavinur minn, eitthvað svona að þá leiðina. Ég meira að reyna að byggja upp langtíma sambönd og það er það sem þið þurfum svolítið að hafa í huga. Þið eru í raunin að búa til vináttu eða eitthvað svona tengsl við aðila sem hugsanlega á eftir að endast í mörg ár. Og ég held að einhvern veginn þróast þannig í dag að flest allir vinir mínir eru í frumkvöðlar að gera eitthvað svipað og ég að gera, einfaldlega út af því að mér líka mjög vel við þetta fólk og ykkur, þú veist, þeir eigi að gera það, ykkur á líka vel við aðra og það sést alveg ef þeir eru að reyna að vera fölsk eða eitthvað svoleiðis. Þannig ekki vera að reyna að þykjast eitthvað, reynir frekar bara að vera einlæg og koma fram eins og þau raunverulega eruð. Það er ein góð leið sem að mér finnst Íslendingar oft feimnir að gera, það er bara að hittast í kaffibolla. Ef þið hittið einhvern sem er áhugaverður eða gera eitthvað spennandi, bara spurja hann einfaldlega hvort hann vilja hittast í kaffibolla og ráðleggja ykkur eða hjálpa ykkur og flestir eru öllum vilja gera þetta til þess að hjálpa. Sérstaklega fólk sem er að gera góða hluti og hefur náð árangri, að það er yfirleitt alltaf tilbúið að deila með sér því sem það hefur kynnst. Svo er líka bara að gera að vera virkur á, það er rosalega margar leiðir til þess að byggja upp tengslanet. Það þarf ekkert endilega bara að vera viðburður. Viðburður er enda góð leið til þess, viðburður eins og þetta hérna, að tala við þá sem eru hérna. En það getur líka notað internetið og verið á samfélagsmiðlunum, verið á Facebook og LinkedIn, það eru spjallnetinu og ég hef í rauninni bara kynnst mjög skemmtilegu fólki bara á Twitter sem við erum ennþá daginn í dag bara góði vinir. Þannig að það er að gera. Þetta gengur alltaf út á það bara að búa til samræður ykkar á milli og finna sameiginlegan grundvöll fyrir því sem þið eru að gera. Þannig að þið getið síðan leita tilgóðs annars í framtíðinu. Og ég held að eitt lykilatriðunum sé náttúrulega bara það að brosa og reyna að hafa gaman af þessum ferli. Og þetta er rosalega mikið áhugaverðu fólki, ef þið lítið í kringum ykkur, það er rosalega mikið áhugaverðu fólki þarna. Og þið eru með tækifæri til að kynnast þessu fólki og kynnast því sem það er að gera. Og þau verða að hafa svolítið gaman af þessu og njóta þess. Og þá nýtur einstaklingunum líka þess að vera í kringum ykkur. Já, og svo bara í rauninni ekki vera að nálgast þetta alltaf á þeim grundvelli hvað fáið þið út úr þessu. Þú veist, reynið líka að finna út hvað þið getið gert fyrir viðkomandi, hvernig þið getið hjálpað honum. Út af það gengur þetta. En áður en ég fer svona að kynna hina til leiks, þá ætla ég bara að athuga hvort að þið séu með einhverja spurningar fyrir mig eða tengslanet svona yfir höfuð. Þá er ykkur velkomið að gera það núna. Og núna kemur mitt prófið að sjá hversu aktífið eru að socialæsa. Já. Ég reyna að gera það einhverju leyti, það fer endar alveg eftir aðstæðu. Ég gerir mikið að því að taka, ef ég fyrir allan viðburði erlendis, þá tek ég alltaf nafnspjöld hjá öllum og ég reyni yfirleitt að hafa samband við alla eftir á með tölvupósti allavega, þar sem ég bara rétt þakka þeim fyrir að hafa hitt mig og býðst til þess að aðstoða eitthvað hátt eða eitthvað svoleiðis. En ég hef ekki verið að halda upp á þetta á neitt svona, það sem ég skrif allan niður annað slíkt, en það sem gerist líka er það að þið hægt og rólega finnið út hver það er sem er svona, þið hafið mestan áhuga á að kynnast. Því að það eru í rauninni tvær nálganir á þetta. Þið annarkvort kynnist einstaklega sem þið náðu raunverulegum tengslum við og gætu hugsanlega orðið svona vinir ykkar og fólk sem þið viljið umgangast. Og þá náttúrulega gerist það bara því eftir að muna eftir. Hitt aftur á móti með fólk þar sem þau eru að fara stratist í því að reyna að finna nálgast ákveðna aðila og þá kannski getur verið gott að skrifa eitthvað niður að halda eitthvað utan um þetta, en þá líka getur verið gott að undirbúa sig og vera með eitthvað tilbúið áður en þið farið á viðburðinn ef þið getur fundið einhvern veginn lista yfir hverju verðar og annað slíkt. Þannig ég vona að þetta hafi allan að svara spurningunni. Einhverjar fleiri spurningar? Já. Já, ertu með þá kannski tilbúið prógram sem þú getur afhent? Kynningu á sjálfum þér, sem sagt. Ég bara nafnspjald í rauninni, sko. Já, þú gengur ekki lengra en það.
Nei, ég hef ekki gert það, en ég menna það að gera ef það eru með einhverja sniða leið til að kynna ykkur að gera það og hérna, þetta gengur allt út á það bara að fólki líki við ykkur og muni eftir ykkur. Þannig ef þið eru með einhverja sniða leið til að fólki eftir að muni eftir ykkur, þá er það gott. En ég held ofta að persónulega nálgunin, að það að geta búið til góða samræður og spjallaða fólk, það ger oft meira heldur en það að vera með einhverja bæklinga eða svona ítarlegar upplýsingar. Út af því að ef við erum að tala samning og annað slíkt, að reyna að klára einhverja samninga eða eitthvað annað slíkt, að það gerist yfirleitt aldrei á fyrsta skipti sem þið hittið á. Þið hittið á fyrst til þess að kynnast þeim, svo mæli ég með að fólk reyna bara að hitta á í kaffibolla eða einhverjum óformlegum fundi ef hægt er, fyrir náttúrulega eftir aðstæðum. Og hérna þar hægt að fara dýpra ofan í hlutina. Einhverju fleiri spurningar? Þið munið þetta próf, þannig að þið þurfum að vera. Ok, ef þá ekki bara taka næsta aðalega hérna upp. Næst hérna á svið er hann Garðar, sem er framkvæmdastjóri Norður & Co. Og hann ætlar að tala aðeins reynslu sína af því að byggja upp tengslanet, ef ekki bjóðum bara velkomin hérna upp. Er ekki með svona mikrofón, svona þægilega? Það er ekkert mál. Það er gaman að predika fyrir hinum líka, sko. Já, selvverði og takk kærlega Haukur fyrir innganginn og skemmtilega viðleitni. Stuttum sjálf mig, ég heiti Garðar Stefánsson og er búinn að vera í frumkvöðla braski núna í 2-3 ár. Og ég er sem sagt framkvæmdastjóri fyrirtæki sem heitir Norður & Co. Þetta er fyrirtæki sem ég á ásamt dönskum félagum mínum, Søren Rosekilde, og við erum búin að byggja núna á einu ári 540 fermetra framleiðsluaðstöð á Reykholum í Barðastrandarsýslu, þar sem við nýtum affallsvatn frá Þörungaverksmiðjunni, 70 gráðu heitt, og einnig borarvatn til að framleiða ýmiss konar matvæli. Og fyrsta vara sem við settum á markað núna var norðursalt, sem þið hafið örugglega séð núna á strætóskýlum í borginni, og vonandi eigi einhver af ykkur þetta í kryddskapnum heima af ykkur. Og það sem ég langar svolítið að tala er bara mitt ferli í að vera frumkvöðull og hvernig ég og við bara fungerum í þessu samfélagi. Og eitt svona sem ég langar svolítið mikið til að tala nú er ég með líka aðstöðu, ég er ekki bara á Reykholum, ég er líka með aðstöðu í húsi Sjávarklassans. Er ég nokkuð að tala hún allt hótelið eða herbergi og fólki? Þetta er betra. Það sem ég langar svolítið að tala er bara hvernig ég nálgast hlutina og hvernig ég svona byggi mitt tengslanet. Og Haukur kom svolítið inn á áðan, en mér finnst rosalega mikilvægt í öllu sem ég geri að vera maður sjálfur eins mikið og maður getur. Og það er ógeðslega erfitt. Af því að maður hefur alltaf einhver svona hugmynd hvernig maður á að vera. Það kom inn að spurning hvernig byggir þitt tengslanet, ertu með eitthvað prógram, og við erum alltaf að reyna að fitta þetta inn í einhverja formúlu. Og mér finnst einmitt að það eigi ekki verið neinn formúla á bak við það hvernig maður myndir sitt tengsl. Þú veist, það er bara þannig sem alltaf annarkvort líkar fólki við eða ekki, sko. Og þeir sem þú líka við eða þeir sem þú finnst eitthvað samverið með, þú getur unnið með þeim manneskjum. Og muna að þetta snýst, og fyrir mér er frumkvöðlastarfsemi sko alltaf að þetta snúist eða bara fólk. Þú veist, maður er að sækja fjármagn, það snýst fólk. Maður er að tala fólk, maður er að búa til vörur handa fólki. Maður er að veita þjónustu handa fólki. Þannig að endanum er þetta allt fólk, sama hvað iðnaður maður er og sama hvað maður er að gera. Og svona í gegnum, ég lærði í Árósum, Háskólinn Árósum, þá lærði ég svolítið skemmtilegt fag sem heitir Experience Economy. Ég er hagfræðingur fyrir Háskóla Íslands, ekki búinn að stunda það sérstaklega mikið. En þar lærði ég svolítið skemmtilegt fag í frumkvöðlafræðum, svona þessi fræðimaður sem mér finnst hafa náð svona mest í mín í frumkvöðlaheiminum, sérstaklega tengslamyndum, er Saraswati. Og ég veit að ég var að brjóta niður formúlur á það, en þetta er svona með svolítið óhefðbundnar hætti. Þetta er svona fyrir mér það sem þetta fyrir mér er það sem virkilega höfðaði til mín, af því að
sem frumkvöðull þá byrjar alltaf á okkur stað og það maður sjálfur. Hver er ég, hvern þekki ég og hverja þekki ég og svo það bara það sem maður hefur. Í mínu tilfelli í Norðursalti þá þekkti ég, þá vissi ég sjálf mig, hvað kann ég að gera, hvað er ég búinn að læra og hverja þekki ég. Ég þekkti Sören Finn minn og mágur minn rekur auglýsingastofu og ég lærði að búa til salt bara sjálfur. Þannig að ég fór út úr því í það hvað get ég gert. Og út frá þessu mínu nánasta, því sem ég kann sjálfur, mínu nánasta nettverki, gerðum við allt sem við mögulega gátum. Sören er arkitekt, svo hann hannaði framleiðslustöðina. Og svo erum við að fara út í heiminn og sækja okkur vitneskju, sækja okkur þjónustu, sækja okkur tengsl, bara hvernig getum við komist lengra. Og út frá því og í samskiptum við fólk, þá náðum við ákveðin svona commitment, eða svona samningum við aðila, ok, við viljum vinna saman, þetta ætlum við að gera, og út úr því myndast tvær mismunandi leiðir. Það er annars vegar að maður er búinn að afla sér einhverjar nýrar þekkingar, nýrar mögulegra leiða til að fara áfram, sem er new means, eða maður er búinn að átta sig á því að eitthvað virkar ekki og þá setur maður sér ný markmið. Og þetta að vera frumkvöðull, og ég hef alltaf sagt að hringur er fallegasta formið, þetta er bara hringrás. Maður er alltaf á byrjunarreit. Maður fer alltaf aftur tilbaka. Alltaf þegar maður er komin eitthvað ákveðið langt og tala þess að þá kemur maður aftur af sömu spurningunni. Hver er ég? Hvað veit ég? Og hverju þekki ég? Og grundvallaratriði í þessu og svona þeim frumkvöldum sem ég dást að heiminum er að þeir eru allir á rosalega persónulegu leveli og þeir hafa ekkert að fela og þeir nálgast viðfangsefni sem manneskjur en ekki eftir einhverju ákveðinni fyrirmynd. Og þetta er svo einkennilegt hvernig við sem manneskjur oft gleymum okkur og reynum að fara í einhver hlutverk. Eins og ef maður fer í banka og heitir bankamann. Nú eru örugglega einhverjir bankamenn inni en þannig mætir maður oftast vaskariti maður, horfir á mann í augun, þetta er bara sönsa, tekur höndina á manni, kremur hann og segir velkomin. Og maður bara skíthræddur bara eftir að fara að éta mig maður. Það er svo mikið að fólki að lífa eftir einhverju hugmyndafræði, Wall Street, svona á ég að vera. Í staðan fyrir að stoppa þessu og staldra og hugsa bara, heyrðu, hvernig lít ég á þetta mál og hvernig höfðu þetta fólks? Og mér finnst það merkilegt og alltaf því ég fæ bara einhvern snefila persónuleika hjá fólki sem ég er að tala við hann úti, bara snefil. Sérstaklega að fólk er búið að gera mistök og segir að já, ég klúraði þessu verkefni en ákvaða svo að fara í þetta. Það höfðu til mér nákvæmlega mannlegu leveli og það myndast bara strax svona persónuleg bonding og leið samskipti og framtíðar samskipti við á, það gengur vel. En það líka að mynda tengslanlegt snýst líka það að vera heiðarlegur fyrst og fremst og vera hreinskilinn og vera óhræddur við að kötta á fólk sem er búið að vera þarna eitthvað í veginn. Þannig að þetta er rosalega svona, þetta er mikilvægasti hlutin af frumkvöðlastarfi sem er og á sama tíma eins og minnst að rannsaka þetta. Þú veist, allir þessi frumkvöðlavettangar sem Haukur talaði fólk kemur inn og hendir 1000 nafnspjöldum og sendir tölvupósta. En það gleymir oft svona að svona skemmtilegustu tengslamyndunin eiga sér stað á mjög óhefðbundnum stöðum. Og þar koma klasar svolítið inn í og til dæmis sem ótrúlega skemmtileg staðir sem að óvænt tengslamyndun á sér stað og það sem að fólk í ólíkum geirum hittast á einhverjum jöðrum og myndast einhver tengsl og einhverju nýjar hugmyndir eða nýjar aðferðir sem verða svo að einhverju meira. Og ég, eins og ég sagði, ég er í húsi Sjávarklassans og kom þar inn í gennum nýsköpunarmiðstöðina, sitt þar í skrifborði með tölvuna mína og í húsi Sjávarklassans er fullt af öðrum fyrirtækjum eins og bara sem eru tengt sjávarútvegi. Og ég fór hann inn, þekkti ekki neinn.
hún Birgitta sem situr hérna, hún var líka frumkvöld með mér og við vorum bara eins og bara einhverjir sátum hann inni og svo bara fullt af einhverjum established íslensku fyrirtækjum, Marel, 3X og Þór hann Sigfússon með Sjáklassan og fleiri önnur fyrirtæki. Og þetta bara það besta sem held ég hafa komið fyrir okkur hjá Norðurorku að hafa komist hann inn. Af því að þarna, veistu, maður fór hann inn, maður fór ekki að labba inn og rétti nafnspjöldum, maður kynnti sig og svona, svo með tímanum þegar maður var að bíða eftir kaffi við kaffivilla, maður var kannski að svara ykkur e-mail og fekk hann að kaffi þá yfir sig, þá allt í einu fór maður að tala bara við ykkur gæja við kaffivilla, heyrðu bara djöfullega vont við út í maður. Og svo eftir viku maður að byrja að segja brandar um fötin hans, skiljið. Þetta er svona óhefðbundnir hittingar og allt í einu veit maður ekki hvert maður er komin. Ég ætla að koma með smá dæmisögu af svona óhefðbundni tengslamyndinni okkur. Af því að eins og ég sagði áðan, þá opnum við verksmiðjuna okkar á Reykhólum núna í september og ég vissi að Þór hafði svolítið tengingar inn í forsetaembættið og þetta eru Danir sem eru með mér sem að reka þetta og eiga þetta fyrirtæki með mér og þeir náttúrulega eins og Danir eru, þeir snobba rosalega mikið fyrir svona royalitet og svona og bara vinur minn danski bara sagði við verðum að fá Óla Ragnar. Við fórum nefnilega í Þörungaverksmiðjuna og sá mynd Óla Ragnar opna og hann bara misti hugurinn á gólf og bara Gæra, vi skal få han den Óla Ragnar til að opna vores fabrik. Og ég bara horfa á hann bara, já, þú veist, gerum það maður. Bara ég sá hann í bíó í gær, ég skal reyna að elta hann þar. Og svo bara fór þessi leikur á stað, hvernig andskotunum við að fá til að koma til Reykhóla 220 km. Og svo náttúrulega maður sjáklassa og þannig að Óla Ragnar bara fastagesturina sem ótrúlega fyndið. Þannig að ég talaði við Þór Sigfússon sem framkvæmdastjóri Sjáklassa og sagði bara Þór, nú ég að opna þessi verksmiðju, ég bara verða að fá Óla Ragnar. Getur þú reddað því? Bæði við, þá ég búinn að drekka mjög marga kaffibolla með honum og við erum búin að gera grín af fötum hvers annars núna í nokkra mánuði, þannig að það var komin ágæðing tengsl. Hann sagði bara, já, ég þekki hans mann, við erum vinnum mikið með hann. Þú veist, þú verður að láta þetta snúa svolítið Reykhóla, þú fær forsetinn yfir. Fáðu bæi með þér, fáðu fyrirtæki með þér, gerðu þetta opinberri heimsókn. Og ég gerði það og presenteraði þetta svo fyrir skrifstofu forsetaembættisins í gegnum Þór. Og það virkaði, þau bara ákveðu að koma og bærin bara opnaði augun bara wow, forsetinn ekki búinn að koma hérna síðan 96 og fór að tala um einhverja Sveinn Björnsson og fleiri gamla forseta og myndir og bara lifnaði bænum, það finnst þetta svo merkilegt. Og ég ætla nú bara ekki eins og minnast á dönsku vinnu mína, þeir alveg misti huguna. Hann komi! Og Sören vinnu minn bara hringdi í alla fjölskyldu sína áður en vissi að það var bara komið danskt ættamót á Reykhóla í verksmiðjunni. En í því samhengi þá fengum við líka danska sendiherrann til að opna og þetta gaf okkur svona ótrúlega mikinn styrk og það er svo mikilvægt fyrir okkur sem fyrirtæki að forsetinn sé að opna verksmiðjuna okkar þegar við erum að fara út. Nú erum við að fara sýningar í Þýskalandi að bara geta sýnt Óla Ragnar opna verksmiðjuna og segja bara ok, wow, hvaða level eru þessi gæjar? Þetta er ekki nýtt fyrirtæki. Og við þurfum að nýta þessi styrkleika svo lítið land, þetta litla network, að fá allt svona sem skiptir máli. Nema hvað? Að í þessari rannsókn, nú ég bara að labba þennan hring, eða fara hérna áfram hring, þá þegar við vorum að kanna Reykhóla sem hentuðu saltvinnslu, þá komst ég í gömul skjöl hjá tengdaföður mínum, þar sem ég uppgötaði það að það var styrkur, sem sagt lofaður fyrir þá sem myndi hefja saltvinnslu á Reykhólum frá 13. júní 1787. Og af því þeir ætluðu að stunda saltvinnslu frá 1750 til 1786 og svo eins og sumir vita þá skullu móðuharðindin á og allt fór bara í steik en Danir voru svona djöfull maður, við erum búin að eyða svo miklum tíma á rannsóknum í þetta og þúsundir bréfa, ég er búin að sjá þessi bréf, þeir eru fáránleg og þeir vildu virkilega gera þetta, þannig í lögum sem sagt þeir voru að leysa einangrun af Íslandi þá lofuðu þeir að veita okkur styrk þeim sem myndu hefja saltvinnslu á Reykhólum í Barðastrandarsýslu. Og mér fannst þetta alveg æðislegt. Ég fatt að þetta, heyrðu, Sören bara danska embætti, á þessu tíma þá var danska konungsveldið með öllu völd. Og hann bara, heyrðu, við verðum að koma þess að dönsku drottninguna, hvernig gerum maður það? Og hann sagði bara, ég veit ekki mér, það er erfitt að nálgast drottninguna. Og svo fáum við bara póst
frá starfsmann okkar í Reykhólum og hann segir bara, heyrðu, drottningin að koma til landsins og ég bara, ertu ekki að grínast maður? Og hún að fara að borða kvöldmat með forsetanum. Ég bara, ertu ekki að grínast maður? Ég og Sören brunuðum beint á forsetanembættið með bréf, skrifuðum það og bara, heyrðu, strákar, þið þekkja okkur, þið opnuðu verksmiðjuna, getið þið ekki komið þess á hana og bent á hennar styrk og hennar bara, þú veist, halló, og þeir bara, jú, við lofum einhvern, við skulum koma þessu bréfi, við lofum ekki neinu, en við skulum bara reyna. Og svo bara, búm, þá fær forseta, embættið kemur skilaboðum til danska hovmarskálkins og Søren bara, hvad? Den danske hovmarskálk? Det så utrolig vigtigt. Og ég bara, ég fatta ekki svona royaltisma, bara aldrei fatta og kaupa ekki þessu blöða og mér skítsama alla þessar konungsættir, en hann bara elskar þetta. En allavega fyrir okkur, þegar við erum fara að lesa í Danmörku, þá skipt miklu máli og við erum komnir einu skrefi lengra og erum komnir á radarinn hjá dönsku drottningunni. Þannig að næsta skref er að klæða sig í barokk föt, fari Amelíuborg, strunsi Amelíuborg úr hestvagni og hengi einhverju kröfu á hurðina og segi bara, heyrðu, vinnan, bankareikningur 512 26 600. Þetta er bara svona eitt dæmi það að hvaða lítil kaffispjall getur orðið að og saman hvort það sé nýjar leiði til að fara í PR eða gera eitthvað skemmtilegt eða uppgöta eitthvað nýtt eða búið í vörur, þá skipta öll lítil spjöll máli. Og við erum bara að frá byrjun að vera maður sjálfur heiðarlegur, þá getum við gert ótrúlega hluti. Takk hérlega fyrir. Já, ég þakka Garðari kærlega fyrir þetta. Ég var svolítið skemmtilegt að fara að tala um hringinn aftur á byrjunarreit og eitt sem ég heyrði skemmtilegt við það þegar maður er frumkvöld að maður fer upp og niður og sum fyrirtæki ganga upp, önnur ekki en það eina sem að helst eftir er bækurnar sem maður les, fróðleikurinn sem maður fær á þessu tímabili og fólki sem maður kynnist. Þannig að jafnvel fyrirtæki fara á hausinn eða allt gangi illa, þetta er þetta trend sem heldur alltaf áfram að fylgja þér. Þannig að það er skemmtilegur punktur. En ég ætla að opna á spurningar, ef þið hafa einhverjar spurningar fyrir hann Garðar. Kannski hvernig á að nálgast konunglega einstaklinga. Ég ætla nú ekki að spyrja konunglega einstaklinga heldur annað. Þetta er svolítið óvanlegt hjá þér að þú ert með danskan félaga frá upphafi. Og mín spurning þín, hvað hefur það skipt miklu máli? Hefur það verið betra fyrir að vera um íslenskan félaga eða er þetta gott módel að byrja því að ná sér í erlendan samstarfsaðila? Þetta er alveg ótrúlega góð spurning. Ég held að það skipti engu máli hvað þjóðurinn í samstarfsfélaginu er. Ég held að snúist fyrst og fremst um að ná góðum félaga. Og ég hef bara reynslu af því að unnið með fólki sem bara hafi brotið með traust skilur og því hætt að vinna með skilur. Þannig að það skiptir engu máli hvers kyn eða húðlit eða þjóðurinn eða eitthvað. Bara sem er félagi sem að þú virkilega treystir og að allt sé bara ljóst frá upphafi. En það er svolítið skemmtilegt í okkar tilfelli að þessi dansku félagi því að þessi saga með saltvinnslu á Íslandi og saltvinnslu á Reykhólum sérstaklega er dönsk-íslensk. Þannig voru íslenskir embættismenn, Skúli Fógeti talar það í bréfaskriftum til fjármálaráðuneytisins Réttargeðdeildar Danmerkur þetta og það voru díalógur í gangi í 40 ár þetta. Þannig að það finnst okkur svolítið skemmtilega að þetta kristall tærist hann í gegn, þessi sagan í gegnum okkar samstarf. En það væri alltaf ekki neitt nema við treystum okkur öðrum 100% og væri gott okkur á milli Og svona dýnamískur kraftur og að annar, eða þú veist að fólk svona bæti upp fyrir það, þú veist, hvern annan skilur við. Eða ef það eru fleiri þá er það náttúrulega að hver hafi eitthvað merkilegt að leggja fram. Já, þetta er sem sagt, ég notaði orð fleirtölu af því að við erum búin að ráða 2 danska starfsmenn aukalega í fyrirtæki en þetta er bara ég og Sören sem eigum þetta fyrirtæki. Og já. Hver er Sören Rósagilde? Sören, já, Sagan. Hún á að fara heimil sinni hjá okkur. Kynna þér okkur. Nei,
Sören og ég erum sem sagt félagar úr háskólanum í Árósum. Hann var í arkitektskólanum. Ég kynntist honum í gegnum konunum minn sem er arkitekt. Hann er arkitekt og konan hans er íslensk sem er arkitekt. Og hann var bara, við einhvern veginn smullum bara saman frá byrjun. Hann bjóð hana með mér á stúdentagarðinum, við vorum að hlaupa og tala, við ætlum að gera bíómynd sko. Svo fyndið en svo endaði það í Verksmiðju á Reykhólum og Saltvinnslu. En við gerðum samt bíómynd, þú getur séð hana heimasíðunni okkar, 2 mínútna explainer-vídeó. En þetta er svona, þannig kynnumst við og svo höldum bara sambandi og hann talar fullkomna íslensku. Og ég reyni að tala fullkomna dönsku, en det går bara ekki. Já, ef þú ekki bara segja þetta gott og þakka Garðari bara kærlega fyrir. Álítið gaman líka það nefndi óhefðbundna staði. Ég man fyrir 2 árum síðan að þá vorum við 2 félagarnir, 2 frumkvölarnir og vorum að fara á 3. frumkvöla viðburðin okkar í röð, 3. kvöldi í röð, drekkandi bjór, borðandi pizzu og kvartandi yfir hvað þetta væri erfitt líf. Og mér varst það svolítið endurspegla. Ég hefði nú aldrei haldið að ég myndi kvarta yfir því að vera að drekka bjór og borða pizzur. En þetta gerist rosalega mikið fyrir utan hefðbundna vinnutíma, svona tengslanett. Og þau þurfa að vera tilbúin að fara aðeins út og vera tilbúin að hitta fólk á kaffihúsum, fara út á kvöldin eða eitthvað annað álíka. En ég ætla að bjóða næsta aðalega á svið. Það er Hildur í hönnunarteyminu Klettur Bekkur og bjóða hana bara velkomna hérna upp á svið. Er það ekki inni núna? Jú, ég er að setja fjarstýringu. Það er líka fjarstýring hérna. Og íti bara svona. Já, það er bara kveikja á svið. Hæ. Halló. Ég kann ekki að Hæ. Ég heiti Hildur og er arkitekt í hönnunarteyminu TOG og ég bjó til að hannaði og núna er Klettur Bekkur á framleiðslu. Ég ætla að nota Klett sem dæmisögu hvernig þarna hönnuðir hafa samstarf við aðra aðila til þess að búa til vöru. Þannig að þetta er svolítið annar perspektífur. Mér fannst rosalega gaman að vera beðin að halda fyrirlestur og ég hef aldrei pælt í tengslanetti. Þannig að í fjölskyldunum minni þá er rosalega mikið sagt eða skiptir ekki máli á hvað þú gerir heldur hvern þú þekkir og það búið að vera svolítið andóf undanfarið. En þetta er náttúrulega sami hluturinn í rauninni og því að maður kynnist fólki í gegnum það sem þú getur. En þannig að þetta er sem sagt prótótýpa af Klett Bekk og á Sauðárkróki, en við erum búin að ferðast landið. Nú ætlum ég að pröfa svona fjarstýringu. Já, TOG er sem sagt ég, Hildur Steinsdóttir arkitekt og Rúna Thors, vöruhönnuður. Út í að við erum að tala tengslanett, þá kynntumst við í Öskjuhlíðinni, 14 ára gamlar, á úlingafyllirí, þar sem krakkar og Hvassó, Hlíðaskóla og Austurbæjarskóla hittust. Þannig að okkar tengslanett á langar sögur. Svo vorum við saman í MH, fórum svo í sikkvort námið og hittumst mörgum árum seinna og ákveðum að við elskum steypu og vildum gera eitthvað með hana. Þetta er Klettur, hann kom í framleiðslu 2013, hann er til sölu, kostar 212 krónur kílóið, sem er miklu ódýrari en kartöflur og talið svo ekki að hönnunin sé dýr. En hann kostar 130.000. Ég er að nýta með tengslanetti hérna. En helstu samstarfsaðilar við Klett er þannig Fablab á Sauðárkróki, steypustöðin sem er framleiðandinn, sjúkraþjálfari, textíldeild Myndlistaskólans, Jens Dývik vöruhönnuður, Sofía Tín arkitekt og Bátavöllin Hellisandur. Þetta er allir þeirra aðilar sem koma að gerð verkefnisins. Og þessi guli hringur táknar í rauninni að sameiginlega mingið og okkar sérþekkingu birtist þarna í Klett Bekk. Og mér finnst rosa mikilvægt þegar maður tala tengslanett að það er ekkert bara þekkja til þekkja. Þú ert að nýta sérþekkingur annara sem þú kannt ekki og þarft ekki að kunna, en með góðu tengslanetti þá notfærðir hana.
Til dæmis kunni ég ekki, nefndi ekki að læra eitt þrívítaforrit, þannig að Sofía Tinnar arkitekt reddaði mér. En það þannig, ég kannski blái hringurinn, Rúna vöruhönnuður og gulur og saman myndum við eitthvað mengi sem innan arkitektúrs og vöruhönnuðunar og nýtum okkur mismunandi þekkingar þar á milli. En í samstarfi aðra, og við reynum að fá eins flesta sem við getum, því það gerir svo skemmtilega hlutir þegar maður er samstarfi og í tengslanetti, þá myndast eitthvað allt annað blæðbyrði, eitthvað allt annað tónn og allt annað vara. Ég ætla að sýna ykkur í gegnum vinnuferli Kletts við hvaða fólk við tölum og hvernig við nýtum okkar tengslanett. Við höfum ákveðið að kalla þetta tengslanett núna út í ég var beðin að gera hana fyrirlestur og fór að hugsa verkið út frá tengslanetti og það er mjög hollt. Ég er að læra sem sagt. Við byrjum þetta útgangspunkturinn Klettinn, við vildum búa til hlut, bekk, sem væri á mörkum náttúru og borgar og myndi miðla þessi tengsl á milli. Hönnuður nefnilega að hugsa alltaf í tengslum, við bara föttum ekki alveg alltaf þar í fólki. Við erum alltaf að vinna með tengsl hluta. Við byrjum í desember 2013 og spýttum út svona cirka 70 ljótum módelum. Við byrjum að teikna, við vildum búið til þungan, klettslega bekk. Eftir svona cirka 300 teikningar þá komum við að þeirri niðurstöðu að við vildum vinna áfram með þessar 3 týpur. Við völdum svo í þessu tilviki týpuna í miðjunni en við dreymir að gera þunna 14 mm þykka bekkin en ég er búin að sjá bekk í Sviss sem er 1,4 mm þykkt úr steypu sem var framleiddur 1954. Við ætlum að reyna að koma þeirri þekkingu til Íslands. Við fórum á FabLab í Sauðárkróki en FabLab er stafræn smiðja rekin á vegum Nýsköpunarstöð að fyrirmynd MIT þar sem þeir búa til stafrænt verkstæði og almenningur getur komið og notfært sér þetta verkstæði. Það er að opna í Breiðholti núna og þannig að það verður mikil búbót fyrir fólk í okkar fagi og eiginlega bara í öllum, út í að maður þarf ekki að vera sérstaklega fær í hönnun eða arkitektúr til þess að nýta sér þessi verkstæði. FabLab, við fórum á FabLab, byggum í heimavistinni og unnum þarna í 3 daga, notuðum öll tækin og við hefðum aldrei getað gert þennan bekk ef FabLab var ekki til á Íslandi, eða þessi tækni hefði ekki verið til. Við byggum til módel, ég held að við hefum gert 15 módel, 1/10 af bekknum og það skiptir sköpum fyrir okkur að geta prenta út bekkin, séð strax hvað hann er, tækja afstöðu. Áður að gera svona bekk úr leir eða við hefði tekið 3 daga, bara 1, en við náðum að gera alveg bunch af módelum og þannig er Rúna að taka hlutina úr prentarunum eða leysernum, ég kalla þetta prentara. Á öðrum degi í FabLab þá ákveðum við bara að skella 1/1 módel. Á 3 klukkutímum byggum við til prótótýpu af bekknum. Menninir þarna eru starfsmenn Menntaskólans á Sauðárkróki sem eru yfir verkstæðunum og Þorsteinn og Valur sem vinna á FabLab. Varðandi tengsl og tengslamyndum, hvernig vinnir maður með fólki? Hvernig kemur maður með sikra sérþekkingu og nýtir sér annar manna sérþekkingu? Við vorum náttúrulega svolítið í djúpulauginni, það er ennþá þannig að það er haldið að stelpur kunni ekki á verkstæði og að vinna í smíðum eða í málmi. Og stundum fannst okkur eins og þeir voru stundum að vaða yfir okkur, þeir virtu okkur ekki alveg, voru að reyna að breyta okkar hugmyndum og okkar teikningum eða neituðu bara, vildu fyrst sanna sína hugmynd áður en pröfum okkar hugmynd. Og hvernig fær maður það annað fólk á sitt band? Hvernig sýnir maður það? Fyrst það trúir ekki bara einfach svo á sérþekkingu eins aðila. Við þurftum einhvern veginn að fyrst að sanna okkur til þess að þeir voru að fara til í að fara með okkur alla leið og það þurftum við ekki, og þetta var góð æfing á FabLab fyrir áframhaldið. Við þurftum að sýna með vissum miklu meira efnið en þeir. Við þurftum að sýna vídeo.
við þurftum að sanna okkur einhvern veginn. Og það, þú veist, þetta eru frábæra menn og þeir hjálpa okkur mikið, en það er svolítið skrítið í það sem við þurfum öll að muna í tengslanetti er að muna að virða hvort annað og allir byrja í plús en ekki í mínusi. En þeir voru manna hamingjusamastir að setjast sem fyrstir á prótótípuna á bekknum. Og ástæða fyrir að ég er að segja ykkur þessa sögur að hafa þessa prótótípu og þessi módel skipti sköpum þegar við fórum og ræddum við steypustöðina mögulega framleiðslu á bekknum. Það að hafa hlutinn og geta sýnt þeim mann, þá samfara við þá á einum fundum að þeir myndi hefja framleiðslu á bekknum. Og þegar þau spurðu, þá drófum við bara enn eitt módel upp og segja nei, það gengur ekki út af þetta hérna að sjá þau. Og svo spurðum annar spurningu og þá drófum við annað módel upp og við vorum búin að rannsaka allt. Á fyrsta fundi, þá vorum við með allt á hreinu og ekki heldur spilti fyrir það að við burðum með stólinn upp í steypuverksmiðjuna og buðum sæti. En stólinn hefði við hannað með sjúkraþjálfara, þannig að og setin og allt það, þannig að fólk, þetta er eins og fólk segir þegar maður sest á steypubekkin, volar og mjúkur. En við þannig vorum ekki bara að gera bekkin á Fab Lab á Sauðárkróki í fyrstu heimsókn okkar. Við hefðum einhvern veginn þá trú að við vildum nýta eðli steypunar og við elskum steypu. Og steypa getur gert svo margt, en við sjáum hana oftast í byggingum sem er frekar klunnalega mótaðar. Áður fyrr var steypa nýtt miklu betur, en eftir að vinnuafl var dýrara, þá hurfu svolítið eiginleikar steypunar. Þannig að við vildum vinna með yfirborðssteypunar og pældum í því hvort það var ekki hægt að 3D skanna textíl og hvort við getum ekki tölvunni textílinn, festa hann út í við, nota svo mót og nota þessa áferð textílsins í steypunni, 1 mínúta. Þannig að við fórum á textílskólann með textíldeild Myndlistarskólans í Reykjavíkur og báðum þær að hanna textíl fyrir steypu. Það er unnu textíl fyrir steypu, við veldum hann og hérna sést yfirfærslan. Þannig að lokamyndin er í rauninni steypa. Þannig að þarna vorum við búin að þróa líka aðra vöru, aðra leið til þess að nýta yfirfæra gamalt handbragð yfir á nútíma tækni og það gerðum við í samstarfi við textílfólk og Fab Lab. Svo var bekkurinn sendur í bátahöllina, búið til mót, það sem að textílinn kemur vel fram og þetta er fyrsta eintekið af Klett. Það voru 4 menn sem voru að steypa hann en núna er bara 1 maður. Við fórum á Hönnumars, kynntum þar, þá komu 20.000 manns eina helgi og sáu bekkinn. En núna er tengslanettið eða okkar færni svolítið að mörkunum. Við þurfum að selja hann, við þurfum að láta hann vera nýttur til þess að vera hann hannaður. En þá treystum við á tengslanettið okkur, steypustöðin, sem sér að kynna bekkinn og selja hann. Þannig við erum ekki að gera alla hlutina. Þetta sést náttúrulega ekki alveg nógu vel hér, en þetta er þannig útþengsla tengslanetsins, ný og gömul tengsl. Rauða er allt fólki sem við kynntumst í ferlinu, hvíta er það fólk sem við þekktum fyrst og gula er það sem við eftir að kynnast í þessu ferli. En þetta snýst tengsl eftir tengsl og bekkurinn okkar snýst tengsl við umhverfið, tengsl fólks. En hönnuðir og arkitektar, ég er alveg að klára, eru ekki nógu góðir í að mynda tengslanett. Við þurfum að vera miklu öflugri í að efla tengslanetti til þess að fólk skilji hvað hönnun er. Við erum oftast notuð sem eitthvað skraut í lokin, en hönnuðir eru eins og góðir pólitíkusar. Við hugsum heilsu, vellíðan, hámörkun og bönns öðrum hlutum. Eins og sést hérna í Ostaskerunum. Þú veist, góð hönnun, Ostaskeri, finnst mér alltaf dæmi. Það sem við erum búin að einfalda hlutin og aðlaga hann betra líkamanum og auðveldari notkun og ódýrari en gömlu Ostaskerunir. Þannig að við viljum styrkja tengslitið, við þurfum að gera það líka til þess að efla virðingu fyrir vinnu hönnunar. Hönnun er alltaf mikið oft stólin og ég held að tengslanetið sé tól og vopn okkar í að tryggja okkar áframhaldandi vinnu og skilning. Þetta er Hlín Reykdæl og svo er þessi mynd tekin af ónefndri Facebook vinkonu minni sem er að selja þetta
í tugum. En sem sagt, þetta það, þegar maður fer í samstarf, þegar maður opnar sig og fer að nýta tengslanetið eða býr til tengslanett, þá fara hlutir að gerast og við lyftum upp 611 kílóum eins og ekkert sé upp í loftið. Þannig að 1 + 1 er saman sem 1000. Þessi gamla saga með að það var einn maður í sínu húsi og svo var annar maður í sínu húsi og svo byggður vegur á milli og þeir mættust á miðjum veginum og saman höfðu þeir 1000 hugmyndir. Þetta snýst í rauninni tengslanetið Þannig að just do it. Eruð þið með einhverja spurningar fyrir hana Hildi? Eitthvað tengt hönnun eða flutningi á þungum húsgögnum? Nei, spurning hérna. Ertu bara að hugsa íslenska markaðin fyrir þennan bekk en alltaf ekki að fara að flytja hann út? Við höfum fengið fyrirspurnir erlendis frá í gegnum mitt arkitekta tengslanett. Þetta er 611 kíló. Við hugsaum hann ekki út frá því að stafla honum upp. Maður hefði getað hannað hlut út til þess að stafla og flytja út. Hins vegar væri áhugavert að selja hugvitið, að selja mótið, að skipa í samstarfi bátagerðina og að selja hönnunina en kannski ekki endilega framleiðsluna. Sem einkennir góðan partner. Já. Og þá mér langar að fá pínu svona dýpra heldur en já, hann þarf að, hvað er það virkilega? Hvað er það sem einkennir partner? Ég er sko að tala, það bara lúkkar ekki að mig. Þannig að það er kannski helst í útflutning, en þetta er eins og ég segi, þarna er þolmörkum mínum náð. Ég er hönnur, ég er arkitekt. Það er kannski bara einhver hér sem hefur góða hugmynd. Já, ég kynntist sjálfur svona byggingaferli og steypuvinnu og járnabindingar. Ég vissi ekki neitt þetta áður. Hvernig er járnabinding? Hvernig komið því Unity inn í mótið? Er það ekki flókið eða? Nei, sko, þetta átti ekkert að vera með járnabindingu. Þetta átti að vera trefjasteypa. En það er sem sagt, þetta er lítið skref. Þetta er, að með því að vera að hanna vandaðan hlut úr steypu, þá kannski sjáu framleiðendur ávinning af því að nýta sér, eins og ég segi, 70 ára gamla tækni til þess að búa til hluti sem eru miklu praktískari, miklu betri úr steypu. Miklu léttari. Þannig að, já, en það er ekkert málast járnabindið og verkfræðingurinn viðurkenndi eftir 1 ár að hann hefði ekkert þurft að járnabindið þetta. Þá hefði ég getað haft á 3 cm í staðan fyrir 6. Þá bara þakka við kærlega fyrir. Næst ætla ég að bjóða hérna upp á sviðana Arnheiði og hún er ferðafrömuður úr Hvalfirðinum og ætlar að segja okkur svona frá sinni reynslu af tengslanetum. Já, komið sæl. Heyrið ekki alveg í mér þó ég sé bara svona? Allt er góðu, flott. Ég fékk þetta svolítið áfall hérna í morgun þegar ég kom, svo ég held ég var að koma og tala tengslaneti og samvinnu í samkeppni en svo var mér sagt ég væri bara komin til þess að vera fyndin. Ég gleymdi öllum bröndurunum en tæknimálin sjáu ég alveg það að ýta undir það. Þannig að þau bæta það upp. Ég heit semst Arnheiður og ég bý í Hvalfirði, rek örfyrirtæki þar ásamt eiginmanni mínum og fjölskyldu. Það er á Bjarteyjarsandi og ég ætla kannski að þrengja sjónarhornið örlítið, ég ætla að taka bara praktísk dæmi. Ég hef starfað þarna núna á 13. ár og tekið þátt í allskyns hópa vinnu og hópa myndun og ég ætla að taka eitt dæmi það. Eða kannski, já, taka eitt dæmi svona betur en önnur og í tengslum við tengslum við samvinnu og þá sérstaklega út úr því að fólk vinni saman og myndist samstarfshópa samt í samkeppnisumhverfi. Þannig að það verður kannski svona mitt.
Þetta var brandarinn minn. Örlítið minn bakgrunn. Ég landfræðingur í grunninn, tók BS í landfræði við Háskóla Íslands og fór beint í framhaldinu í mastersnám í umhverfisfræðum, bæði hér heima og einn út í Kanada. Og svo í framhaldi af því svona næstum beinu framhaldi í kennslufræði og starfaði svo þar til í janúar þessu ári, alltaf samhliða því að reka mitt fyrirtæki hjá litlu ráðgjafafyrirtæki í Borgarnesi sem heitir Umhverfisráðgjöf Íslands. Og ég hef fyrirtækið okkar heima á Bjarteyjarsandi, það í grunninn, það stundaður hefðbundinn landbúnaður, en það sem ég hef verið að gera síðan ég flutti þangað að það eiginlega kannski að vera með alls kyns útfærslur á nýjum hugmyndum og nýsköpun út frá hefðbundinn landbúnaði og svo mínum bakgrunni sem sést hér. Þannig að þetta svona kannski áhersla á nýsköpun og fjölbreytni í frekar einhæfu starfsumhverfi. Þetta dæmi samstarfsverkefni sem ég tekið þátt í, annaðhvort leitt eða verið þáttakandi í og þarna ef við byrjum bara hérna megin, vinstra megin frá mér, hægra megin frá ykkur sér, að þá það bæði í landbúnaðargeiranum eitthvað sem heitir opinn landbúnaður sem miðar því að kynna landbúnaðinn á svona svolítið öðrum forsendum og nýstarlegri heldur verið hefur. All Senses ferðamálaklasi á Vesturlandi. Hann reyndar eiginlega ekki til nema nafninu til lengur en var ofsalega virkur í nokkur ár og má eiginlega segja, og það gerist með suma af þessum hópum sem verða til, þeir hafa eitthvað ákveðinn tilgang, svo ná þeir markmiði sínu og þá verða þeir ekki lengur til. Það kannski samt svolítið erfitt að ljúka samstarfinu formlega vegna þess að það hafa myndað svo góð tengsl að fólk vill halda í það. Þannig að All Senses klasinn á Vesturlandi, hann til að nafninu til og fólk hefur tengsl sín á milli, en verkefnið að stofna markaðsstofu Vesturlands, það náðist og nú markaðsstofan rekin, þannig að All Senses og markmið þess var svona kannski minna fyrir vikið. Við vinnum með Matís í tengslu við vöruhönnun, við vinnum með samstarfsaðilum í landbúnaðargeiranum eins og Erpsstöðum og landbúnaðarháskólanum. Lifandi landbúnaður var grasrótarhreyfing kvenna í landbúnaði og síðan það svona kannski meira ferðamálatengt sem Saga og Jökull sem verkefni 10 samstarfsaðila á Vesturlandi til þess að efla ferðaþjónustu fyrir börn, ungt fólk, svona 10 ára og yngri. Og síðan ætla ég aðeins að tala Hvalfjarðarklasann og myndun hans hér. Var alltaf að taka dæmi svona samstarfsform sem hefur aðeins þróast og þroskast og hvað við höfum lært af því. Þetta það fór að stað 2009 svona umræða en svo svona formlega þreifingar margra aðila árið 2010. Það voru bæði aðilar á svæðinu en svo leitað til aðila utan svæðis líka eins og nýsköpunarmiðstöðvar, ferðamálasamtaka, ferðamálafulltrúa á svæðunum og önnur fyrirtæki. Haldnir margir svona óformlegi fundur og samtölu milli aðila og svo var þessi klasi formlega stofnaður í febrúar 2011. Það voru 10 stofnaðilar í 2 sveitarfélögum, Hvalfjarðarsveit og Kjósarhreppi og samstarfsaðilarnir reyndar fleiri í dag. Ég held að séum 14 og það voru sett bara, það var svona frekar bara praktískt og fór mjög vel af stað og fólk var áhugasamt og þannig að farið bara strax í að ákveðna viðburðarstjórnun, merkingar á svæðinu, sérst bara gera menningarverðmæti og náttúrufyrirbæri sýnilegri og farið í að afla styrkja til þessara verkefna og ýmislegt í tengslu við auglýsingar og markaðsmál líka. Og svo náttúrulega aðrir hluti sem skipta líka gríðarlega miklu máli sérstaklega til framtíðar og það að móta framtíðarsýn og stefnu og þá fleiri verkefni þá til lengri tíma og svo heimsóknir til samstarfsaðilana. Ávinningurinn, hann margvíslegur en ég listi hérna upp nokkur atriði sem að okkur finnst hafa skipt máli í tengslu við þessa klasamyndun, þessa hópamyndun, þetta samstarf. Við erum öll fyrirtækin sem erum í klasanum, erum í rekstri sem skarast, þannig öll erum við í innbyrðis samkeppni. En ávinningurinn ekki síst það að við kynntumst hvort öðru miklu betur og við heimsóttum öll fyrirtækin, þannig að við öðluðumst miklu dýpri skilning á því sem hinir voru að gera. Og dýpri skilningur þýddi líka, ég trúi ekki þessi einnig eftir,
að við bárum meiri og betri virðingu fyrir hvort öðru og opnuðu kannski augum fyrir því að það voru kannski miklu fleiri samstarfsfletir heldur en samkeppnin í raun og veru. Betri þjónustu við gesti, við gátum vísa hvert á annað, stærri og öflugri viðburði að við gerum þetta saman en ekki sundur og stóðum að einhverju sem heitir Hvalfjarðardagur og líka öflugra samstarf við eins og sveitarfélögin og þessi hópur virka þá líka betur sem þrýstihópur þegar við leggjumst öll saman heldur en að vera hvert í sínu horni og það er líka möguleika meiri sérhæfingu. Þröskuldarnir sem við höfum rekið okkur í eru fyrst og fremst það að það getur verið mjög erfitt forðsins vegna að þetta eru 2 sveitarfélög. Við heldum að væri ekkert mál, þetta væri bara í hugunum á okkur en þetta er reyndar líka landamæri sem er svolítið erfitt að krossa. Það eru líka ólíkar áherslur meðal samstarfsaðilana. Það er mismunandi stefna framtíðin og það getur stundum verið svolítið erfitt að hnoða því saman þannig að allir séu sáttir. Það getur verið þyngri í vöfum að vinna í svona stórum hóp heldur en að gera hlutinu bara sjálfur og drífa í því. Það getur skapast tortryggni, að fólk finnur að það sé einhver farin á sitt svið þannig að það þarf svona, maður þarf að vera meðvitaður það. Svo kemur inn nýtt og áhugasamt fólk með mikla orku og vill gera allt en svo eru kannski gamli reyður sem er búin að vera í rekstri í 10, 20, 30 ár og segja við höfum nú prófað þetta, við höfum nú gert þetta og þetta gengur ekki og slá á hendurnar á þeim sem að koma inn öflugir og nýir þannig að það svona var togstreita stundum í því og síðan varðandi svona klasa það er svolítið óskýrt hlutverk í stjórnkerfinu og svo er líka ákveðin galli það er óstöðuleiki í greininni það er að koma inn nýir aðilar aðra detta út þannig að það er svolítið breytileiki og það getur verið erfitt. Ég ætla ekkert að tala þetta því tími minn er búinn en þetta er bara eftir sem þessi klasi þróaðist og fleiri aðilar bættust við þá var það eiginlega svona landfræðileg og hugmyndafræðileg þjöppun 5 aðila innan klasans og ég er aðili af þessum og við höfum kallað okkur 5 fræknir þessast 5 fyrirtæki sem eru mjög samþjöppuð á litlu svæði á stóra svæðinu. Ég ætla bara að segja þá að lokum að það sem að ég held og hefur aðeins komið hérna fram, ég er enda gleymd að skrifa bjór eða áfengi hérna sko, en þau hafa öll nefnt það hinn, en hérna við verðum alltaf að hafa einhverja sameiginlega hagsmuni og finna ávinninga því að vinna saman. Það þarf líka að vera ákveðið jafnvægi, eins og þú sagðir áðan, það þarf bæði að gefa og taka, þannig að það þarf jafnvægi í því og við þurfum að sýna hvort öðru virðingu og fyrst og síðast að treysta hvort öðru annars gengur þetta alls ekki upp. Þetta er bara 3 myndir frá þessum hópi Hvalfjarðarklasanum. Takk fyrir mig.